Halló, halló. Ég heiti Elisa Ég heiti Jonni. og við erum sögukastið. Þáttur 3. Oh my god. Þetta er, já. Þetta er, ég veit ekki, en mér líður mun þægilega með þetta heldur en í bjóstu. Same. Ég held að ég væri myndi vera skjálfandi Já. í hverjum þætti og bara, Já. þannig er enginn að hlusta á það, sko. Nei. Alls ekki. En við erum En þú veist- naturals. Kannski heyrist að við séum smá stressuð, en það líka alveg skiljanlegt að vera smá stressaður. Já, þetta er, ég veit, þetta er ekki, Allan fyrir okkur sem hefum ekki gert svona áður. já, veist, við erum ekki vön að opinbera okkur svona mikið. Nei, Að, en þú veist, flassi ykkur andlega. herðu, ég nú samt eiginlega gerði það einu sinni. Nú, Þegar ég hvað? bjóð í París. Þá var ég með hann Íslendingar í Já, útlöndum það snappið. er rétt. Og svo var við eins og með hann að þarf alltaf að vera vín Það er rétt. podcastið. Nei, Na, podcastið Instagramið, Instagramið. já. Vorum með story frá þeim í Gekkja. einn dag, Já. manstu. En já, var með hann að ég var með 3 daga held ég. Já, Hann að Íslendingar í útlöndum. Þegar ég gekkja. bjóði. Já. Þannig að þú hefur opinberaði andlega fyrir framan Íslandi. Já, ég gerir bara ekkert annað. Nei, Það, ég já. En já, fyrir utan að opinbera okkur andlega. Svo ég ætla ekki að byrja að kalla þetta. Það verður við samt mjög spennt fyrir þessu. Já. En já, hvað ætlarðu að segja? Sko, mér langar alltaf að koma með svona ákveðnar spurningar svona fyrir þig áður en við byrjum. Þú veist, ég er búin að gera það annað fyrstu 2 þættina allavega. Þú veist. Já, En mér langar að spyrja hver eru svona topp 3 sögulegar manneskjur hjá þér svona á áhugaverða skalanum. Marie Antoinette, my one and only. Meina þú ert með tattu af henni, þannig séð. Já, ég er með hann að monogrammið hennar. Tattuð á mig. Eins og segi, fjölskyldan mín kallar okkur frönsku lúðana. Það er náttúrulega ekki skrítið í rauninni. Maður hugsa á þetta. Já, hún er nummer 1. Það er náttúrulega erfitt. Þetta er nefnilega erfitt. Sko, langar eiginlega smá að segja Luke 16. Já, skil það. Að því minnst hann líka mjög áhugaverður. Er það þá líka Georg 7? Nei, minnst hann líka mjög áhugaverður. En sko, það er eitthvað í mér sem er að segja Margaret, systrinnar, Elizabeth. Já, hún er náttúrulega mjög áhugaverð. Mjög áhugaverð. Þannig ég held eiginlega þau 3. Allan í dag á þessari stundu. Það getur vel verið að það breytist á morgun eða bara á eftir, sko. Skal En Marie spyrja þér svona mánaðarlega. En Marie Antoinette er allavega alltaf í fyrsta sæti. Já, 100%. Það er ekki spurning þar, sko. En hjá þér? Sko, fyrsti sem kom upp í hausinn á mér. Þetta er eitthvað sem ég mun taka fyrir Ok. í sögukastinu einhvern tímann. En það er, það er í rauninni 2, þannig séð. Ok. En sem sagt Lorenzo de Medici Já. og Cosimo de Medici sem er avans. Ok. Og í rauninni ástæðan fyrir ég að segja þessu 2 er að Lorenzo, Þeir voru líka bræður. Nei. ekki svo gott. Nei, sem sagt Cosimo er afi Lorenzo. Já. Og sem sagt Lorenzo hefði ekki gert það sem hann gerði, ég ætla ekki að segja meira, Nei. nema að avans hefði byrjað á því í Ok. rauninni. Ok. Og já, það er, ég ætla að segja Lorenzo de Ok. Medici í fyrsta sæti. Ok. Númer 2. Núna byrjar þetta að vera flókið. Ég veit það. Já, og það er rosalega mikið af áhugaverðum. Ég veit það. Veist, ég veit ekki. Kom upp í hausinn Kleopatra. Já. Hún er náttúrulega ógeðslega áhugaverð. Og svona, hún gerði svo mikið fyrir bara kúltúr, eða bara menningu heimsins í rauninni, sko. Já. Það var, það er ennþá til hárstíll, skilurðu, sem er nefndur eftir henni. Sem er magnað og það er ekki margir, fyrir árið 0, eða 1, sem gerðu það. Þannig að ég verði að setja hann í númer 2. Ok.
þriðja seti, þetta er erfitt líka sko. Ég veit það. Ég gerði, þetta Þú komst með þessa spurningu, sko. Ég veit þetta er mér að kenna, ég tek alveg Já. tek þetta á mig Tjóðskallinn. oh my god please köttaði hér ég hef eftir að hugsa svo lengi Nei, komdu bara með að auðlæðis úti þér. sko Da Vinci hann er rosa áhugaverður í sögunni Það var ekki valið sem ég bjóst á að myndi koma með. nei, ekki heldur sko alls ekki ég vissi, þú veist, Lorenzo Já. út af því að ég bara dýrka fyrir hvað hann stendur og ég vildi svo mikið að ríkt fólk í dag gerði það sem hann gerði en ríkt fólk í dag er því miður ógeðsla boring með að við áður fyrr Þetta er bara allt öðru sér tímar, ástu mín. ég veit það en þú veist samt ég mun Ég veit, Ég mun tala- já. ég veit. Já, og Da Vinci hefur, ég veit ekki, hann hefur alltaf verið svona áhugaverð típa sko. Hann var með svo mikið af svona skemmtilegum pælingum og já. Jú. Já, ég allavega í dag, Ok, eins og sem, þá er þetta valið. það er þetta valið á þessari stundu. Þessari stund. Já. Já, en ef að byrja í dag, þetta mál sem ég ætla að taka fyrir. Hendum ég það. Sko, ég ætla að tala í dag, stríðsetjur. Nó. Svona lítið þekktar og þetta eru svona manneskjur úr stríðum sem hafa gert mjög svona miklar hetjudáður, ætla ég að segja. Og eins og ég byrja þetta hérna, stríð hefur margvíslega áhrif á fólk. Það getur vaknað hjá manni hræðsla, ótti, depurð og stress. En stundum vaknar hjá sumum hugrekki, styrkur, hetjudáð og í sumum tilvikum listræn tilþrif. Ég elska að þú segist ekki vera dramatísk. En núna er það bara hérna staðfest og skjálfest á upptöku, sko. Við kvættum þetta út. Nei, svo sannarlega ekki. Já, ég ætla bara að segja einmitt frá ákveðnum aðilum sem gerðu ótrúlegustu hluti í dag. Nei, í dag. Í dag. Já, ég er bara, já. Já, sem sagt vöktu annarkvort hræðslu eða plátursefni hjá önnum. Fyrsta sagan er af berserknum við Stanfjörðubryggju. Já, hann? Já, hinn mikli. Sá vinnur. Já. Ég veit ekkert hvað þú ert að tala um. Ég kemur ekkert óvart í rauninni. Það er aldrei talað um hann. Neins staðar í rauninni. Árið er 1066. Já, þú er bara alveg farin allavega þangað. Já, við byrjum þar. Þetta er rétt áður en normenninir ráðast inn í England. Það sem hann Vilhjálmur Bastardur er. Hann Játvarður Játari. Oh my god. Það er svo frábær nöfn á þessum tíma. Ég veit. Þetta er sem sagt ensk þýðing. Já. Játvarður er Edward, eða ekki? Jú. Já. Hann er þekktur á íslensku sem Játvarður góði, en mér finnst beinþýðingin bara miklu fyndnari. En ég ætla að halda áfram að kalla hann Játvarð Játara. Þannig að það sé bara vita núna. En þetta er Edward the Confessor. Já, ég hef heyrt það samt. Já, hann er ástæðan fyrir því að sem sagt allt, þú veist, þessi innrás átti sér stað í rauninni. Já, hann sem sagt, Játari, hann dó í janúar á þessu ári. Og Haraldur... Á þessu ári? Þessu 1666. Ok, hvaða tímaflakkar er þetta? Já, hann fór frá 1066 yfir til 2024. Já, viltu bara vera vissum að vera öll á svum blaðsögu? Já. Í janúar 10.000, hvað er minn góður? 1000. Í janúar 1066. Ég lofa ég kann að lesa. Þá dó hann og Haraldur Guðinason var valinn næsti kóngur Englands af svona, þetta var ákveðin nefnd sem sagt sáum að velja kónga á þessum tíma. Ekki voru allir sammála þeirri ákvörðun og urðu miklar óerðir í Evrópu út af þessu. Sem sagt við fréttinar af dauða Játara
sendi hann Haraldur Harðráði Hárfagri. Nei, nefnilega Nei, ekki heyrðu. Þetta er eftirkomandi hans skulum kalla það Hann, sem sagt, já, Noregs konungur alveg eins og Hárfagri Hann sendi 300 skip með 11.000 hermönnum yfir til Englands og þar á meðal hann sjálfur Okay. Þeir lenda sem sagt í september á 1066 á austurströndinni Hann Tósti Guðnason bróðir Haralds Guðnason sonar, sendi nokkur lið til þess að slást í för með Norðmönnum en af hverju er bróðir hans bróðir Englandskonungs að senda lið til að hjálpa Norðmönnum Það er mjög skrítið. Já, því hann var mjög ósátt við það að bróðir hans hafi verið valinn kongur en ekki hann Það er svona típist Okay, Shakespearean dæmi sko. Já. Þetta lið fór hér og þar í Yorkshire eða Jórvík eins og þetta kallað á íslensku Yorkshire. og sem sagt tóku meðal annars yfir York sem sagt borgina Já. Liðið stoppaði á sem sagt ef að vilja leita þessu á ensku þá er þetta Stamford Bridge heitir þetta en sem sagt út í þetta er skrifaði þetta í heimskringlu sem sagt eftir hann Snorra Sturluson að þá er búið íslensku öllum nefnin fyrir löngu Einmitt. og þá er þetta kallað sem sagt Stanfurðu bryggja ekki brú áhugavert en þetta var það er mjög áhugaverð þýðing nefnilega út í þetta var brú Einmitt. ekki bryggja Nákvæmlega. og það kemur sögunum við nefnilega sko Já. og sem sagt við Stanfurðu bryggju þá búið til svona búðir Já. og sem sagt þetta var svona aðal höfustöðunar hjá norska hernum í rauninni á þessum tíma og sem sagt þeir eru rauninni bara í frekar góðu chili bara að njóta að þeir hafa basically unnið allt sem þeir komið að og það var enginn sem náði að stoppa á þessum tíma og þeir þá sendu einhverja 3000 menn í burtu til þess að fara á einhvern annan stað það er ekki alveg víst hvernig þetta er náttúrulega D10 og 66 heimildir eru rosalega já, það, og það er ein heimild sem ég sá þá stóð að það voru 3000 manns eftir í Stanfurðu bryggju annað að það voru 3000 menn sem komu seinna Já, þannig að þetta bara allt út á túnni Eina sem ég vita í rauninni fyrir vissu er að ekki allt herlið var á þessum stað Burt sér frá því sem sagt hvernig þessu var skipt það sem skipti meira máli í rauninni er að sem sagt vestanvegin við Dervent á sem sagt sem Stanfurðu brúin sem sagt fer yfir handa við hólinn þar það voru 15.000 englendingar En gaman og þeir hefðu ekki hugmynd af því að þeir voru hana Nei. og þeir komu víkingunum alveg óvart og sem sagt basically bara réðust á bara beint það var ekkert bara eyðilögðu þá já, í rauninni, sem sagt vestamegin við brúna og allir sem í rauninni voru þar þeir í rauninni dói það er svona langflestir út af því að sem sagt, þeir sem reynda að sleppa þá var pínu svona fen þarna og þeir sukku ón í fenið já, þá núna komum við að berserknum út af því að þegar enski herin kemur að og ætlar að vaða yfir brúna þá var berserkurinn að berserkgangast í rauninni það var einn þetta var ekki hvernig maður á að segja þetta er náttúrulega það var einn víkingur sem stóð á brúnni engin annars allir hinir voru að reyna að taka sér til og flýja eða bara koma sér í hernaðarlegri betri stöðu ég skil ekki er vitað af hverju hann var hana ekki er allir sammála hvort hann hafi verið hana út af því að í heimskringlu ekkert minnst á hann sem er rosa skríti og maður haldi að út af því að þetta var þeirra hér í rauninni sem sagt Snorri Sturluson og svo náttúrulega normaður þannig sem sko fyrir ekki heldur en englendingur þá minnast þeir ekkert á hann en englendingunni minnast á hann já og hann einn sem sagt samkvæmt heimildum stóð vörðin hana og á að hafa drepið 40 englendinga einn og
eina leiðin sem þeir náðu að stoppa hann var með því að það var einn englendingurinn sem fór undir brúna og sem ég segja í sem sagt einhvers konar tunnu eða með allavega eitthvað til þess að halda í og sem sagt stakk hann með spjóti neðanfrá. Já, ég skil. Hljómpinni kynferðislega en það var alls ekki þannig. Fannst þetta ekki hljóma kynferðislegt en já, Allavega. heldum bara áfram. Normennir töpuðu sem bara en minningin af berserknum lifir en það var sem svona legend myndi ég segja. Okay. Og þetta er sagan af berserknum við Stanfjörðubryggi. Glæsilegt. Næsta sagan Já. er Hvað þetta er af jöklarunum Taillefer. Komur óvart að það er ekkert íslenskt orð fyrir jöklari. Bara ég fann ekki neitt. Ekki? Nei. Ok, þannig að... Kannski því að það er ekkert verra en jöklari í rauninni. Nei, en þú veist, en kannski þið elskalið hlustendur ef þið eru með orðið það. Já, Kannski sendu okkur endilega. Ég ætla hann að fann ekki neitt. Allavega, þá förum við bara nokkra viku fram í tíman frá berserknum yfir í orustuna við Hastings. Já. Þar sem Vilhjálmur Bastarður er að ráðast á England. Vegna þess að honum fannst að hann ætti skilið krúnuna. Það sem játvarur játari var frændans. Ok. Já, þannig að við erum ennþá í sama stríði. Já, taklega sér. Já. Í þessari frægu orustu, þar sem Vilhjálmur Bastarður tekur krúnuna af Haraldi og gerir hann að seinasta engilsaxneska kóngi Englands. Já. Þá var einn merkilegur maður að ferð. Var hann alltaf að jögla? Nefnilega. Hann Taillefer, ekkert annað nafni bendla við hann. Það kemur fyrir sem sagt Ivo Taillefer. Það er stundum, en ég sá engar heimildir sem bentu á það. Nei. Það var alltaf bara að kalla það sem Taillefer. En þú veist, en allt í henni er Wikipedia að kalla hann Ivo Taillefer, sem sagt á franska Wikipediaðinu. Ok. En ekki á venjulega, eða veist, á enska Wikipediaðinu. Þannig að ég skil ekki hvaðan þetta nafn kemur. Nei. Ivo, en já. Okay. Þetta er, eins og ég segi, þetta er... En kannski ekki fara í heimildinar í Wikipedia og sé þar? Jú, en allar heimildir sem ég fór í, þess að ég fór í grunnheimildir. Ég fór, þú veist, ég las á fornensku og las á latínu og á frönsku, gamalli frönsku, svona réttnáða, svona stafið dát. Klóraði í gegnum það, já. Ivo, nafni kemur ekki neinstað fram. Ok, sérstakt. Já, sem sagt, það er bara ekkert annað. Nei. Þú veist, og hann, þú veist, þetta er bara svona pínu eins og Cher, skilur, þú veist. Hann var líka, þú veist, eins og Cher. Okay. Þá var hann svona entertainer. Og Og sem sagt, í einum af heimildunum eftir Maester Wassey, eða Maester Wace, ég veit ekki alveg hvernig hún bera það fram, erfitt með svona gömul. Ég veit það. En já, þá átti hann að geta sungið mjög vel. Ok, þannig að hann var ekki bara góður í að jögla? Nei, hann kunni söngva Karla Magnús og kunni Le Chanson de Roland, sem er eitt virtasta verk í sem sagt Frakklandi, þú veist, í svona bókmyndasögu í rauninni. Og ef stúdirar franska bókmyndir, þá myndu einhvern tímann heyra þetta. Þú syngja fyrir okkur. Ég er góður. Sem sagt, hann fer upp að Vilhjálmi og spyr hann hvort að hann mætti gera fyrsta högg úrstunar. Hey. Villi sagði að mætti það. Örugglega kallaði Villi. Albótið. Þannig að hann fer einn á hestunum sínum gegn enska hernum, syngjandi Rólandssöngin. Hann er með spjót sem hann kastar upp í loftið og grípur aftur. Basically jöglar fyrir framan englendingana. Já. Hann er hann eitthvað að sína sig og englendingana verður pirraðar á honum og viður í hann. Áður en hann veit að þá er Taillefer búinn að reka spjótin í gegnum hann, tekur síðan sverðið sitt, heggur á honum hausinn og setur það á spjótið og sýnir frökkunum. Gerð nú. Rosa. Ég hefði eiginlega búist við að þetta væri öfugt. Nefnilega, sko, allt bendir til þess. Allt bendir til þess að hann sé eitthvað svona hirðfíblið. Já. Sem var. Basic, hann var það. Já. 100%. Og síðan, hann sýnir sérstaklega félaginu sínum þetta, síðan tekur hann sverðið og byrjar að jögla því. Og segir við, já, bara basic, sko. Og hann segir við englendinga,
koma svo, hvað ætla að gera? Gerið það þá. Ég myndi náttúrulega ekki segja þetta svona í dag, en þú veist, þetta er besta þýðing sem ég get gert. Þeir umkringjan og eru ekki lengi að slátra hann. Nei. Sko, þetta er svona skemmtilegasta útgáfan af þessari sögu. Okay. Það er mismunandi eftir Hver segir söguna? Þegar það eru nokkri sem, sko, við vitum 100% að hann var til. Annað en berserkin, þá erum við ekki alveg 100%. Einmitt. En þessi Taillefer var til. Okay. Út af því að, sem sagt, heimildi, flutningurinn á orustunni, fyrsti flutningurinn þar að segja, sem kom út 1067, nefnir á. Já. Þannig við vitum að hann var hana. Já. Við vitum að hann gerði fyrsta höggið. En síðan mismunandi hvað gerðist. Já. Nákvæmlega. Sumir segja hann hafi ekki jugglað. Þá er nafnið svolítið tilgangslaust. Já, nefnilega. En síðan eru, þú veist, sumir sem segja, og því hann var að syngja Rólandssöng við frakkana, svona, sem svona innblástur. Svona peppa. Já, hann var algjör peppari, sko. Svona stemmiskall, það sem hann kallar. Já, stundum á hann að hafa drepið 3, stundum bara 1. Okay. En við vitum bara að hann hafi verið hana og hann hafi blásið frakkana fulla af innblástri fyrir stríð. Basically þannig, já. Og þetta er sagan af honum Taillefer. Ég minn einasti. Já, Incisor Ferri, eins og hann kallaður á latinu. Auðvitað veistu það. Ég þurfti að sjá hvað hann hét á latinu til þess að finna heimildina þar. Hvað? Næst langar mér að segja frá hvíta dauðanum. Hvíta dauðanum? Svo nefndir að rússunum, allavega. Okay. Við erum stödd í seinni heimsstyrjöldinni og rússanir að ráðast inn í Finnland. Já. Þetta tæknilega sér talið sem annað stríð óháð seinni heimsstyrjöldinni og kallað veturstríð. Þetta var samt bara nokkrum mánuðum eftir að nasistarnir ráðast inn í Pólland. Já. Þó svo þetta ekki tæknilega sér tekið með sem partur af heimsstyrjöldinni þannig séð. Nei, það var þetta sama tíma. Það var þetta sama tíma og það að Hitler var búin að ráðast inn í Pólland hefur pottið haft þau áhrif að Stalin leyfði sér að fara inn í Finnland. Já. Og þetta stríð hafði alveg sínar afleiðingar á stríðið sjálft líka. Sem sagt, einmitt að Finnar verða bandamenn Þjóðverja í stríðinu til dæmis. En alveg eins og með innrás Rússa inn í Úkraínu þá byggust allir við að Finnarnir yrðu partur af Sovétríkjunum á nokkrum vikum. En alveg eins og með Úkraínu þá fór þetta ekki eins og búist var við. Nei, og eins og bara við vitum í dag. Já, á meðan Rússarnir voru með 450 til 725.000 hermenn, voru Finnarnir með 340.000. Rússarnir voru með rúmlega 6.000 skriðdreka undir lokin. Oh my god, það er galið. Sko, þeir byrjuðu með 2.500 og endanum voru með 6.000. Finnarnir voru með 32. Heila. Alveg heila. En ég meina, við vorum að horfa á Fury. Við vitum hvað eitt skriðdreki geti gert mikið. Já, og síðan líka bila, Sovétmennir voru með 3.000 eitthvað flugvélar og Finnarnir 114. Einmitt. Starffræðin segir að Finnarnir átti ekki séns. Já. Þú veist, þetta bara það átti bara ekki séns í helviti. Nei, ekki fræðilega. En Finnarnir létu engar tölur stoppa sig. Nei. Og þeir gerðu Rússunum lífi leitt. Þeir voru ekki með neins vopn sérstök gegn skriðdrekum og vissu ekkert hvernig þeir átt að kljást við þá, en þeir voru fljótir að finna lausn. Okay. Og þaðan fáum við til dæmis Molotov-kokteilin. Já. Það finnsk uppfinning til þess að eyðileggja skriðdreka. Það er galið. Já, og að með minnir þá eyðilögðu Finnarnir held ég hátt í 3.000 skriðdreka. Þetta er bilað Hvað er sem þetta Molotov-kokteilin? Þetta er svona áfengis, þetta er í rauninni kallað svona bensínsprengja þessi leiti. Þetta er sem sagt flaska full af
eldfimum vökva, Já. oft einmitt getur verið vodki skilur, settir síðan sem sagt svona einhvers konar eldfimur bútur ofan á, kveikt í honum og Já. kasta síðan og þá fer eldurinn í vökan þegar flaskan Þegar brotnar já. og fer út allt. Já, eins og myndi hérna formlega lýsing a Molotov cocktail is a hand-thrown incendiary weapon consisting of a frangible container filled with flammable substances and equipped with the fuse. Já, og þetta mjög áhugaverð saga Molotov cocktailin sjálfan, sko. Ég ætla ekki að fara beint í það núna. Nei. En já, Molotov var sem sagt utanríkisráðherra Rússa á þessum tíma. Ég skil. En já, eins og nafnið á styrjunni gefur til kynna, þá var þetta miðjan vetur og allt það ekki í snjó eins og vanlega í Finnlandi. Hitastigi hins vegar var mun lægra heldur en vanlega. Okay. Og fór alveg niður í -43 gráður. Það ætti ekki að vera löglegt. Nei, ég veit. Sérstaklega ekki í, þú veist, Evrópu. Nei, veistu. Þeir eru með sánuna sínar, þeir eru að vera ánægir. Eins gott er með sánuna, sko. Já, og sem sagt margir þessi Rússum þjáðust af lélegum fatnaði. Já, þeir eru bara smá í lenda í því sem Napoleon lendi í. Að miklu leyti, sko. Aha. Og það voru mjög margir sem dóu úr kulda hjá Rússum og mikið af þessum dauðsföllum er einmitt bara, já, þeir urðu úti í rauninni. En það er líka svo sem skililegt í -40. Já. Það er galið. Þetta er nefnilega, sama er að gerast oft í Úkraínu núna, sko, hjá Rússum. Já, bila. Finnir hins vegar, vanir öllum veðrum hana, voru vel dúðaðir í hvítu og voru margar hersveitir á skíðum. Sniðugt. Og þannig að þeir voru fljótir að komast á milli staða og sáu lítið sem ekkert í snjónum. Já. Og þá var skæruhernaður mikið notaður að finna. Þeir fóru nokkur saman í hóp, umkringdu Rússana og skutu að þeim úr öllum áttum. Og Rússanir fjallu ótt og títt. Einn Finnana skar sér sérstaklega úr hópnum. Nú er komið að hetjunni. Ég skil. Hann Simo Heiha. Og hvað er mörg að í því? 2. Bara 2? Já, mér finnst það magnað, sko. Já. Mér líður eins og öll finnsk nöfn eigi að vera svona minnst 70 stafir eða eitthvað. Já, það er allavega minimum 6A í hverju nafni 100% sko, ok, þegar ég segi hann skar sig sérstaklega úr hópnum, þá skar hann sig ekkert úr hópnum því hann var bara 152 cm á hæð. Já, ok. Basically eins og Danny DeVito og það var hans helsti kostur í rauninni. Já. Það sá hann enginn. Nei. Sem sagt, eftir að hann kláraði herskildurinn sína 20 ára þá snýr hann aftur í bóndalífið þar sem hann sinnti landbúnaði, skíðaði og veiddi. Hann var þekktur fyrir hæfileika sína með riffli og tók þátt í ýmsum skotkeppnum. En þegar Rússarnir réðust inn í Finnland þá gekkst hann aftur í herinn og tók þátt í skæruhernaðinum undir leiðsögn skelfingunni í Marokkó. Arne Juutilainen. Já, það er ekkert annað. Nei, það eru 3A í því. En já, hann fekk sem sagt sitt nafn þegar hann var málalegi fyrir Frakka. Já, ok. Og einmitt varð skelfingin í Marokkó. En já, hann tók með sér gamla riffilinn sinn sem hann fekk í herskildinni og gerði það sem hann gerði best. Hann vann alltaf einn og fór oft í verkefni sem tóku nokkra daga og var bara með einhvern mat með sér. Já. Hann skíðaði fann sér stað með gott sýni yfir staðinn sem hann var að vakta og beið eftir að Rússarnir kom í gildrunum sínu. En í rauninni það sem skar hann mest út frá öllum hinum var fyrst og fremst riffillinn hans. Þessi gamli. Já, ok. Svo að gamli riffillinn hans var ekki með neinum sjónauka eins og margir að finna voru með. Já, what? Hann notaði litla járnmiði sem var áfast á byssuna sína. Það sem þeir sem voru með sjónauka áttu það til að gefa frá sér stöðuna vegna þess að það glitti í sjónaukan í sólinni. Já. Nefnilega auðvelt að finna út frá því. Simo lenti nefnilega aldrei í því því hann var aldrei með sjónauka. Hann fann líka leið til að gera sig enn ósýnilegri þar sem hann gerði snjóskafla í kringu sig sem földi hann betur ásamt því að hann gat stutt byssuna við skaflin. Þessi skafla voru líka þjappaði niður og hellti hann vatn á þá þannig að snjór þyrlaðist ekki upp þegar hann skaut og auðveldaði Rússunum að finna. Á meðan hann lá og beið eftir Rússunum var hann alltaf með snjó upp í munnunum svo að andardrátturinn hans myndi ekki sjást í kuldanum. Hann hugsaði fyrir öllu. Já, ég ætla að fara að segja að hann hefur hugsað út í allt. Já. Hvert einasta smáatriði. Nefnilega.
Þessi aðferð pluss það hann var fantagóð skytta Já, gerði hann ódauðlega. ok. Einu sinni þá náði hann að drepa 25 hermenn í einu. Ha, Pældi því. það er alveg smá galið. Það er búið að staðfesta að hann hafi drepið að minnstakosti 500 hermenn Shit. sem er galið Já, og bara í þessu stríði nefnilega. Þetta stríð var rétt rúma 100 daga og málið er að sem sagt, það er búið að staðfesta 500. en það getur verið miklu fleiri. Já, talan er haldin 540 pluss. Shit. En já, þetta gaf honum viðurnefni hjá rússunum hvíti dauðinn. Hvíti dauðinn var ákveðið vonatákt fyrir Finnana og notaður í áróður hjá þeim. Þú veist, talaði hann sem svona vendara og sem fór snjóin eins og vofa. Oh my god. Þetta er bara það sem stóð. Já, ég veit það, en þetta er bara svo dramatíst. Ó já. En því miður þá lenti hann í því að einn sovjetmanna sá hann og skaut hann í kjálkan Ái. með skoti sem hann fyllt með sprengiefni. Ái. 11 dögum áður en stríðin lauk. Nei. Já. Ói, hversu svekkjandi. Hann var í dái í 11 daga og vaknaði þegar að vera að skrifa undir friðarsáttmála. Nei, Jú, hann liðið þetta af. hann liði þetta af. Þetta hrjáði hann ekki svo mikið því hann dó 96 ára árið 2002. Það er Nei. ekki það langt síðan, sko. Einmitt, ég ætlaði að segja, nei, nú lígur þú. Nei, hann ándjóks. Lifði allan þennan tíma. Já, mikið hefur verið skrifað hann hjá Finnum, væntanlega. Já. Það er sem sagt ennþá stórt þjóðatákn fyrir þá ennþá dag í dag. Og hann er í rauninni ennþá með titilin sem besta skytta allar tíma. Ok. Sem sagt, og þegar ég segi Það er skytta þá er það sniper. Já, já, já. Sem veistu hvað, ég er alveg 100% sammála því að hann var ekki með neitt sjónauka. Já. Og draf 500 pluss á 100 dögum. Það er sturlun. Hann er besta skytta allar tíma. Já. Það er bara, Ég held að sé bara þetta staðfesta það. já. Og þú veist, það var einmitt einhver vinur sem þekkt hann bara fyrir stríð, sko. Sagði að hann gat verið nákvæmur upp á meter í 200 yards fjarlægð. Ég man ekki alveg hvað það er. Já. Ég man ekki alveg hvað Járð sér. Nei. Já, ok, meter er bara 0,9 yard. Ok, þetta er næstu í Þetta er 150 allana metrar. Já, Það sem hann gat verið nákvæmur upp á meter það er með galið. engum sjónauka. Þetta er bilað. Þessi næsti sem ég ætla að segja frá, það var dálítið erfitt að finna heimildir það sem hann gerði í seinni heimsstyrjöldinni. Ok. Því hann gerði svo mikið annað sem skyggði á hetjudauðan hans. Já, Þú veist, hvernig þá? bara með restina af lífinu hans. Þú veist, sem er fáránlegt í sjálfum sér. Já. Það sem hann gerði í stríðinu var magnað. Einmitt. Ég veit ekki hvað þetta er, en Nei. ég myndi það. En Joe Rollino Rollino. Fættur sama ár á Simo okkar heiha, Já. 1905 að vann sér inn nokkra medalíur í stríðinu. Hann fekk medalíur fyrir hugrekki því hann bjargaði 4 leiðsfélögunum sínum frá víglunni. Hann sá svo mikið af þeim særast þannig að hann hljóp til þeirra þar sem byssukúlur flugu út um allt og hélt á þeim tilbaka með 2 undir sikkurum handleggnum. Þess að það var með 1 í hvorum handlegg, bara svona undir handleggnum og hljóp með þá. Það er ekki 2 í hvorum? Nei, já, þess að þetta er illa skrifaði mér hérna en þess að hann var með 1 undir hvorum handlegg. Já, ok. Þess að hann hélt á 2 Já. fullvaksta hermunum, skilurðu. Einmitt. 1 undir hvorum handlegg. Og hljóp með þá. Já, 2 Úff. Hann bjargaði 4 þannig. Hann særðist mikið við það og var í 24 mánuði á spítala. 2 ár. Új, hvað það lítur að hafa verið leðilegt. Vinur hans, Pete Spanikos, skemmtileg, sagði að hann var með svo mikið af skotum í sér að hann geti búið til pening á ruslahaug. Ég veit ekki alveg hvað þetta þýðir, en mér finnst þetta mjög fyndin setning. Já, þetta er rosa skondin setning. Þetta hljómar mjög ótrúverðugt. Já. Því þetta er pínu svona eins og atrið í Forrest Gump þegar hann sem sagt
er alltaf að hlaupa með liðsfélaginu sína, Já, hleypur já. svona ógeðslega oft fram og tilbaka, Einmitt. nefnum bara það á styrum í rauninni. En sem sagt, hann var nefnilega asnalega sterkur. Já, muna þú þarft líka að vera svolítið aðstæðlega sterkur til að geta þetta, sko. Já, hann vann nefnilega sem svona strongman. Nei. Jú, í Tívolíun á Coney Island. Fyrir stríð. Á Coney Island. Þetta er svo magnað, sko. Þar sem hann lyfti meðal annars 288 kílóum með puttunum. Nei, það lítur að vera eitthvað bull. Nei. Ha? Hann no-joke gerði þetta, það eru vitni og allt, sko. Hann einmitt sagði þegar hann fór í eitthvað viðtal að hann væri sem sagt stoltastur af puttastyrknum sínum. Mikið konar. Ég var að hugsa það, en ég vildi ekki segja neitt. Já, hann sem sagt hann gæti byggla krónur með kjaftinum og þumlunum saman. Þannig að hann hélt krónu hérna í milli tannana og beygði það með þumlunum. Það getur ekki verið þægilegt. Nei, 100% ekki, sko. Nei. Annars þá fékk hann vinnuna þegar annar strongman sá hann deadlifta 113 kílóum. Þegar hann var 10 ára. Ha? Já. Hann var 10 ára að detta 113 kíló. Oh my god. Nei, bara eins og menn gera. Já, algjörlega. Ha? Ég meina, þú veist, ég geti detta þetta núna, en þú veist, já, ég er 28 ára kallmaður, sko. Þú veist, hann var 10 ára þannig. Já. Þetta er ekki að djóka. Getur ímyndað hvað hann var að detta þegar hann var fullorðinn? Ég vil ekki ímynda mér það. Nei, hann var örugglega að detta bara einhverja bíla eða eitthvað, sko. Já, hann gat líka lyft 215 kílóum með tönnunum. Það er bara voða tilgangslaust. Að lyfta ykkur með tönnunum. Það er svo magnað. Ég veit það. En bara why? Why? Hvað ferðu út úr því? Bara að sýna hvað var sterkur. Væntanlega. Já, með tönnunum. Já, okkur ekki. Þetta er eitthvað sem ég skil ekki. Ég veit, en ég er bara að segja. Já. Þetta er það sem hann gatt. Já, flott hjá honum. Hvað, kunni hann að lyfta ykkur með, þú veist, eyrunum líka, eða? Ha? Það kemur ekkert óvart, sko. Hún hefði dreigið þvotu eða eitthvað með eyrunum eða eitthvað. Ángaríns. En já, hann sem sagt, það hafa hlaupið með 2 særða hermenn undir, eða veist, 1 hermann undir sikkurum handlegnum, 2 svar. Hljóma kannski ekki eins merkilega við hliðina á þessu þegar maður veit allt hitt, sko. Já. En já. En það var kannski ekki verið að skjóta hann meðan hann var að lyfta með tönnunum? Já, ekki með tönnunum, já, reyndar. Já. Reyndar. hann má eiga það. Hann samt á það sameiginlegt með Simo. Hann lifði mjög lengi. Okay. Og dó 104 ára. Nei. Eftir að hann lenti í bílslysi. Ha? Hann dó ekki einu sinni bara venjulega. Nei. Hann gat ekki einu, þú veist, hann hefði getað að lifa lengur. Búin að lifa allt þetta, búin að gera allt þetta og þetta er í bílslysi. Já. Já, líka fun fact fyrir alla sem eru þú verður að bóla kjöt til að vera sterkur. Hann var grænmetisæta. Frá því hann var 13 ára. Ok. Já. Og sem sagt málið er bara vist mataræði út af því að hann sem sagt, hvað var það, 100 ára afmælinans, þá fékk hann sér ekki kökuna sem hún var gefið, afmæliskökuna. Og því það var svo mikill sykur í henni. Nei. Jú. Já, hann labbaði 5 mílur á hverju minnsta degi. Bara sama hvað við og alveg fram á hann dó. Alveg fram á bílslysi. Já. Og hann dó út af þínu, þú veist. Já. Þetta er svona mjög áhugaverður gæi, sko. Hann er mjög áhugaverður, já, algjörlega. Síðan er seinasta sagan. Það er af ástæða fyrir þetta seinasta sagan út af því að þetta er sagan af seinasta riddaranum eða riddaranum frá Strakonice. Ok, já, hann. Já.
Hann er ekki beint stríðsetja, en þetta er ótrúlega saga samt. Ok. Við erum, ótrúlega satt, aftur komin í seinni heimsstyrjaldu. Nú. Eða svona þannig. Jósef Menchik var pínu svo við, hann var mikill sögulúði. Ekki er samt neitt vita hann fyrir 1911. Fyrir utan það að hann var elstur af 4 systkinum og hann ólst upp á landamærum Þýskaland og Tékklands. That's it. Já, ok. Það er bara ekkert annað vita af hann. En já, það var einmitt 1911 sem hann keypti af einni fjölskyldu 13. aldar gotneskan kastala sem átti að fara að rífa niður og gerða hann upp. Nei, það er ekki ekki. Gerða hann upp? Já, actually gerða hann upp. Ok. Þú veist, og hélt, þú veist, bara hvernig hann hefði litið út, Já, alveg já. 100%. Nice. Þannig að þetta er svona pínu eins og hækler fólkið, sko. Já. Sem sagt, húnum var lýst sem skilgreiningin á lifandi sögu og kendi hverjum sem vildi læra miðaldirnar og kastalan. Kastalan heitir Tvörð Dobrs og stendur enn í dag. Hann var í notkun sem kastali alveg þar til upp úr 1700 og þá fór hann að dvína. Hann var hýsing fyrir fátækt fólk tíma, korngeymsla og síðan 1838 var hann notaði sem skóli. Árið 1911 brann hann til kaldra kola. Nei. Jú, og átti að rífa hann niður. En inn steig riddarinn okkur. Jósef tekur við honum og eyddi nokkrum árum í að gera hann upp. Síðan fór hann all in í riddaralífstil. Ég skil. Hann- Bara hélt hann væri Arthur. Það er... Við komum að þess að... Ok. En sem sagt, hann keypti fullt af fornmunum Ok. til skrauts og til að halda svona, þú veist, Lúkinu. lukkinu. Væpinu. Já, væpinu með æginu bara. Já. Og byrjaði að sem sagt, mæta á markaðinn og á hátíðir í heilli brynju sem hann keypti í Frakklandi. Og það eru til myndir af honum, sko. hann var algjör típa, sko. Já, þú vil alveg geðið fýtt gaur. Já, bátið, sko. Já, hann var örugglega ógeðslega næs gæi, sko. Út af því að hann gaf sjálfum sér nafnið seinasti riddarinn og reyndi að lifa eins og slíkur. Það er alveg, sem sagt, hann var mjög gjafmildur og sýndi mikla gestreisni við nágrannafólk. Ok. Og hann var oft með skoðanaferðir og sýndi fólki söguna sem hann var að reyna að endurvekja. Hann fékk stundu konuna sína, Emu, og 2 börnin þeirra til að klæðast eins og karakterar frá miðöldum. Myndir þú ekki vilja Nei. taka með því með mér? Ég Eða? er rosalega góð þar. Hvað? Ég er rosalega góð þar. Þú veist? Já, ég er svo viss. Ha. Hvaða? En það er ekki það sem henni er þekktur fyrir í dag. Ok. Árið 1938 var Hitler búinn að innlima Austurríki inn í Þriðja ríkið. Meðfram landamærum Tékklands og Þýskalands er landsvæði sem heitir Sudetenland og var það þýskumælandi að mestuleyti. Okay. Þetta landsvæði voru nasistinni tilbúnir að fara í stríð fyrir. Auðvitað. Restina af Evrópu var hins vegar ekki tilbúið í annað stríð. Nei. Alltaf fyrsta heimstyrjöldin tók rosalega mikið úr fólki. Já. Hvað var það stríð? Og þá hittust sendiherrar frá Englandi, Frakklandi, Ítalíu og Þýskalandi til að semja þetta landsvæði. Tékkanir fengu ekki að vera partur af þessum samningaviðræðum og voru þvingaðir til að gefa frá sér þetta land. Það er pirrandi. Þegar þýskar hersveitir fóru inn á svæðið að taka það fyrir hönd nasistana, mættu þeir engri mótspyrnu. Ein hersveit með skreiðdregum var á leiðinni yfir landamærin við Bucina. Þar mætti þeim ótrúleg sýn. Þar tóku móti þeim riddari í fullum skrúða á hestinum sínum. Ég get ímyndað mér bara eitthvað. Hvað fjandar með þetta? Já, bókstaflega. Bara, er allir að sjá þetta? Það er ég einn að sjá opsjónir hérna eða?
bara líka fyrir að hafa haldið þeir fóru aftur í tíman Einmitt. sko. Bara er eitthvað portal hérna. En já, þetta var hann Jósef okkar. Elsku besti. Elsku besti. Og hann sætti sig ekki við þessa boðflennur og reiða þeim með sverð og atgeir. Skriðdrekarnir stoppuðu í smástund en héldu síðan áfram leið sinni. Já. Eins og ekkert sé. Ótrúlegt satt, þá var hann ekki drepinn. Ha? Eins og var vaninn á nasistunum, sko. Já, einmitt. En sem sagt, Nefnum þeir hafi bara ekki tekið hann alvarlega og verið bara hvað trúður er þetta? sko, þeir líklega hafa haldið að hann hafi verið pínu tæpur á geði. Skila alveg, sko. Og hann var þvingaður til þess að hætta. En já, það urðu engin dauðsföll í þetta skipti. Já, ok. Því mér langaði svo mikið. Að bara skriðdrekinn hefði bara... Annarkvort það eða hann hefði fokkin slátraðið, sko. Þú veist, það er annarkvort eða. Já, ég veit það. Þetta er þessi millivegu sem svona, já. Ok. En er samt þetta flokkan sem hetju? Nei, ekki beint, sko. Nei. Þú veist, en hann er ákveðið Ef það er bara eins og hann hafi verið á okkur sveppatrippi að... En basically, eða í út af ykkur því að roleplay. nefnilega ekki. Út af því að hann virkilega fór all in í riddara lífstílinn í rauninni. Og þá sá hann þetta sem boðflennur. Og hann var sko, sögur segja að hann hafi verið að gera sig svona pínu að tákni svona fyrir andspyrnu gegn nasistunum. Aðrir halda að hann hafi verið bara smá veikur og geði. Veistu, ég verð að vera með sér hlutanum, sko. Mér langar að halda að hann hafi bara verið algjört legend og bara, heyrðu, ég er ekki með neina byssur, en ég er með sverð og atgeir. Það er sýndarmennskan í þessu sem að pirra mig. Pirra þig? Nei, ekki pirra mig, en ég fæ bara svona Já, ég skil þig. Þú veist, að hann er svona mikið eitthvað svona, sjáu hvað ég er flottur. Já, en þú veist, sjáu hvað ég já, en ef þú hugsaður út í það, hann hefði getað verið skotinn bara. Ég veit, en ég er að tala bara svona almennt í bænum eitthvað. Já. Og segjast alltaf verið eitthvað hetja hérna og segjast verið eitthvað tákn og... Hann sagði ekki að hann væri tákn, en hann sagði að hann væri seinasti rittarinn. Hann gaf sjálfum sér þetta. Já, það er En þetta er samt sem áður, hann var það ákveðin þjóðarhetja Tékklands. En þú veist, það er í rauninni bara fyrir að fara óhræddur gegn nasistunum. Ok. Sem við skulum gefa honum það. Já. Og já, kastalinn hans lifði af heimstyrjöldina og stendur ennþá dag í dag. Ok. Þökk sé Dobrs endurreisnarfélaginu. Þetta félag hjálpar að endurbyggja gamlar byggingar sem myndi annars grotna eða vera rifna niður. Og eins og við munum, Dobrs er nafnið á kastalunum hans. Þannig að þeir er að gera þetta í rauninni í hans nafni. Þannig að þetta hefur góð áhrif, þessi saga, finnst mér. Ég er mjög glaður að hann hafi verið til. Ok. Ok. Já. Ég ætla að senda að gefa svona shoutout á hann Mad Jack Churchill. Churchill? Engin tenging við Churchill. Hæ? Mér finnst alltaf galið þegar það er svona. Ég veit. Eins og það er einhver leikari sem heitir Michael B. Jordan. Ég veit. Það er engin tenging. Nei. Það er bara fáránlegt, sko. Mér finnst það galið. En hann er svona ógeðslega góður leikari. Veistu ekki hvað þetta er? Jú. Já, geggjaður. Það var ekki Creed, Killmonger í Black Panther. Já. Allana. Það leika líka eitthvað að tóð þætti í Bones. Auðvitað. Sem er svona það heilalausa sem ég er að horfa á akkurat núna. Ég verð alltaf að hafa eitt heilalaust. Já, algjörlega. Ég byrjar aftur á Castle. Nei! Jú. Heyjá, talandi Black Panther, þá kemur þar fyrir Chadwick Boseman sem lék Black Panther. Já. Já. Ég veit hver hann er. Allana, já, mér langar bara að gefa smá shoutout á Mad Jack Churchill, því að hann sem sagt er svona kaftin eða lieutenant eða eitthvað svona í einhverju hersveit. Það sem hann tók með sér í
hverju vorustu Já. var Sverð, Bogi og Örvar, bræðurnir, nei, tjók, og sekkjapípur. Sko bara þær myndu reykja fólk í burtu. Ha? Það einar og sér. Það var nóg sem vopn. Ha? Það myndi allir bara hlaupa í burtu. Þeir eru að pynta ketti þannig. Þeir eru að slátra gæsum. Nei, þú veist, hann sem sagt veitti innblástur og hann var svona, ég var næst búinn að taka hann alveg fyrir, en þú veist, hann var svona legend í leiknum. Já. Og bræðurnir hans líka sem magnað. Okay. Churchill bræðurnir. Ekki Winston samt, sko. Nei. Þú veist, og hann einmitt lenti hín og þessu og gerði svona ákveðna heitindaður, en já, ég veit ekki, hann gerði ekki nógu mikið svona nei. eitt sér, skilurðu. Þú vildir nefna hann. Já, ég vildi nefna hann, sko. Okay. Ég mæli með að fólk kíkja á með Jack Churchill. Þetta var skemmtileg típa, sko. En já, þetta er mínar svona frásagnir af stríðsetjum. Og núna við fengið þetta. Öðruvísi skriðið stríðsetjum. Já, þetta er svona... Þetta er ekki þessi típiska hetjudáð. Nei. Þú veist, mér langaði mitt að koma inn á svona stríðsetjur sem gerðu ótrúlega hluti. Fyrir ekki heldur bara, þú veist, unnu mikið af orustum eða blablabla. Já. Þetta er meira svona, þeir gerðu eitthvað magnað. Þú veist, eins og rollin og hafa tekið 2 í einu. Já. Undir sikkurum handlingnum, skilur við. Já, eins og segi, vona ég hafi haft gaman að þessu og endilega sendi inn ef það er einhverja fleiri sem... Já, algjörlega. Ég er alveg til í að taka annað svona ef það er nóg aðeim, sko. Já. Og ég meina bara senda okkur á Instagram. Instagram eða... Sögukastið. Já, sögukastið@gmail.com líka. Já, líka með netfang. Þannig bara ekki hika við að senda á okkur. Annars bara takk í dag. Takk í dag. Takk fyrir að hlusta. Og við sjáumst. Gerðu það. Bye.